sem að mínum mati mikilvægast þegar maður að fara að hoppa upp í skallabolta að hafa tímasetninguna rétta. Ég æfði mig í sköllunum bara bæði ein, ég var að skalla við vegg, halda bolta á lofti með skalla og svo vorum við oft tvær saman að skalla á milli og svo var bara mikið spil. Og þegar ég hoppa upp í skallaeinvígi eða þegar maður er að skalla á markið þá reynir maður að vera búinn að ákveða hvar maður ætlar að setja hann. Stundum það kannski ekki alveg hægt því að það eru margir leikmenn í kringum mann en ég reyni yfirleitt að vera búin að ákveða stað og yfirleitt reyni ég að skalla niður á við því það er miklu erfiðara fyrir markmanninn að verja. Allir ættu að æfa sig að halda boltanum á lofti með skalla, muna að horfa á boltan og þá verður maður að hafa augun opin, vera í góðu jafnvægi og skallan með enninu. Alltaf reyna að bæta metið þitt. Hér sjáum við einfalda skallaæfingu. Henda sjálf boltanum upp í loft og skallan á vin sinn eða vinkonu sem að geri slíkt hið sama. Einfalt en árangursríkt. Síðan getum við farið að skalla á milli. Og aftur eru það sömu grunnatriðin. Augun opin, skalla með enninu og reyna skallan þannig að það sé auðvelt fyrir þann sem er með þér að skalla tilbaka. Hér flækjum við aðeins æfinguna, gera hana aðeins erfiðari, skalla tvisvar en halda áfram að skalla á milli. Hér þarf maður að vera með góða móttöku með skallanum. Hér eru 2 og 2 saman og sjáum með hendurnar fyrir fram að sig og skalla síðan á milli. Lyfta sér aðeins upp og reyna að fá smá kraft í skallan. Nú komið markmaður og mark í spilið og þá reynum við að skora með skallanum. En gleymið þið ekki að augun opin og skalla með enninu og reyna að hitta á markið. Frábær flugskalli. Skalla á milli, færa sig nær markinu og enda með skalla á markið. Hægt að byrja á mjög stuttri vegalengd en síðan að lengja jafnvel bæði bilið og vegalengdina að markinu. Hér eru að klára færin með skalla, fyrirgjafir og skalla á markið. Horfa boltan allan tíman með hann á leiðinni og reyna að stýra honum í markið.